Jæja, nú er ég mætt aftur og ég held á einhverju sem ég held ég muni aldrei halda á aftur. Ég kom með prófskírteini í hendurnar með bara 10 í einhvern og það er engin annar en Þorri Þórarinsson sem á þetta prófskírteini og ég ætla að fá hann til þess að segja mér aðeins hvernig maður fer að þessu. Hvar fékkstu allan hennan metnað, spyr ég bara. Þetta er bara mörguleiti bara svona sjálfsprottið náttúrulega er fjölskyldan búin að vera stuðningsaðilar að þessu öllu en ég meina þetta er bara alltaf sem byggðist hægt og rólega upp í mörg ár maður var kannski ekki besti námsmaðurinn í heimi þegar við grunnskóla þetta er svona með mjög eitthvað samvinsku sem við þá svona náðum vel ágætis einkunnum og síðan þetta var sko aldrei planið að ná þessu. Ekki þegar þú byrjar í framhaldsskóla? Ó nei, alls ekki. Það var svo venja hjá systrum mínum að taka áfanga bara í 10. bekk og ég gerði það og ég bjóst aldrei við að fá neina 10 í því og ég satt gerði það og ég bara glaði með það og síðan byrjaði fjölbrautaskólanum og Fjölbrautaskólanum Norðurlands vestra? Já, og ég bara bjóst alls ekki við þessu, ég bara eftir fyrstu önnuna endaði bara með 10 og það bara kom eitthvað svo inn í mig bara svona, ég vildi svo mikið halda þessu Já. Og það beið svo mikið metni, ég vildi halda áfram að gera besta bara til að halda 10 og ég einhver með náði því. Og hvernig er það með eins og félagslíf og annað? Hvernig gekk það? Sko, Var metnaðurinn, fór hann yfir viljan til þess að vera, hvað? Ég náttúrulega mætti helstu viðburðina hjá FNVF, það er náttúrulega mikilvægt og síðan maður var náttúrulega hangað með vinu sínum og þannig maður má ekki missa sér of mikið í námið þótt að ég eyddi mjög mikil tíma í það var náttúrulega mikið ég hefði náttúrulega getað hangið mun meir með vinunum og kannski tekið meira þátt í alls konar hlutum en ég veit ekki, mér finnst þetta alveg þess virði, það er svona Svo sannarlega. Ég náði að taka þátt í mörgum hlutum og ég er bara stoltur með það. Og hvað er framhaldið? Framhaldið er bara Háskóli Íslands, það er Strax? Já, bara strax í haust, það er lífefni og sameindir líffræði við Háskóli Íslands. Mér finnst það hljómast ótrúlega spennandi að ég bara gat ekki staðist að sækja þannig að Og þú ætlar að flytja suður. Hefur þetta alltaf verið planið? Þetta hefur verið planið að fara í þetta nám alveg í nokkur ár núna. Þetta var svona hugmynd sem kom upp í svona 9. og 10. bekk. En að fara í einhvers konar svona raungreinadót í Háskóli Íslands hefur bara verið planið mitt í bara ég held að bara mörg ár. Það Ég kem bara úr svona fjölskyldu sem að flestir eru háskólamenntaðir og þetta er bara svona mér fannst bara svo sjálfsagt að halda áfram í námi og byrja bara strax og klára það og ég er bara svo ótrúlega sterkur í raungreinunum að það var bara ég sá ekkert annað en bara að halda áfram. Og er planið að fá 10 í háskóla? Það er kannski aðeins meira óraunhæft að ná í 10 öll í háskóla, það er svona, en maður alltaf maður reynir alltaf sitt besta. Að sjálfsögðu, getur ekki gert annað? En náttúrulega kannski eyða með meiri tíma í háskólum og svona, gera eitthvað annað, taka átt í félagsstífinum aðeins meira og svona. Akkurat. Vika sjóndeildarhringinn. Já, aðeins að vika sjóndeildarhringinn. Og hvað, segir mér samt, áður en við hættum þetta, hvernig færðu 10 í öllum áfengum? Svona fyrir framhaldsskólanema sem er að horfa á þetta, eða grunnskólanema, hvernig er hægt að ná 10 í öllu? Náttúrulega að segja að þurfa óendilega metnaði svona, það er ekki að fara að hjálpa neinum. En sko bara reyna sitt best að hafa gaman af þessu og bara svona mér fannst flest áfengur ákveðlega skemmtilegir og ég reyndi alltaf að sjá björtu hliðina við þetta allt og Svolítið Pollyanna í þér. Svona, já og
ef maður hefur gaman af þessu þetta svo létt. Ok. Og svo náttúrulega svo endalaust af litlum bara svona reglu svefntími en eitt ráð sem ég gæti náttúrulega gefið nemum sem að virkilega myndi kannski hjálpa sumum er að ekki vera hræddur við að spyrja kennarann hluti. Það er hann sem gerir verkefni, gerir prófið og metur þetta allt. Ef að það er eitthvað óvissa með vandi verkefni þá spyrðu bara. Ef að þú veist ekki hvað vera á prófinu, vilt svona afmarka að spyrðu kennarann og bara svona vera kennan alltaf hjálpa þér og þetta er eitthvað ráð sem að ég held að geti gagnast mjög mörgum vegna þess að það að bara segja einhverjum að læra er bara svo það er svo eitthvað þú getur bara ekki neitt manneskju til að vilja styrkilega að gera hlutina. Þess vegna þarf bara frekar kannski gefa ráð alveg eins og spyrja kennarann líka svefndagskrá sem er bara góð svefndagskrá. Ég fór alltaf að sofa svipum tíma og vakna á svipum tíma og hvað var svo tími? 11 að vakna yfir 7, það er svona Ok. Og skipti en, það miklu máli? Fyrir ef að ég var með óreglulega svefntíma þá fór allt í steik. En eins og með íþróttir, varstu eitthvað að hreyfa þig? Það er alltaf með 10 íþrótturinn líka. Hvernig? Og hefur bara, þú segir, hvað með greinarnar sem þú hefur ekki áhuga? Það er svona, það er ákveðin námstækni líka bak við þetta. Maður þarf svona að læra og ef maður hefur svona, maður þarf bara koma sér gegnum þetta, bara lesa hlutinni oft í gegn og bara svona ýta sér áfram gegnum þetta. Akkurat. Og með rétti námstæknina það alveg vel hægt. Já, því er ekkert annað. Ég myndi samt aldrei mæla með samt að stefna bara 10. Það er eitthvað sem að Ok. Tíminn sem að tekur að fara frá 5 í 6 er ekkert alltaf langur. Það er bara svona les kannski einu sinni efni viðbótar. Já. Að fara frá 9 upp í 10 það er eitthvað sem að tekur margfalt lengri tíma. Já, ég trúi því vel og ég segi bara enn og aftur til hamingju með þetta. Já, takk fyrir.